yfir viðinn. Nú eru öll Miðjarðarhafslöndin sögð eiga í bakstri og eru það látin ganga undir því skemmtilega nafni PIGS. Það er skammstöðun fyrir Portúgal, Ítalíu, Grikkland og Spán, en þetta verður að bæta Írlandi þarna við. En mestur er vandinn í Grikklandi eins og fréttir bera með sér. Skuldabaslið og lágir stýrivextir hafa stund dregið úr ásókn og trausti á evru og gengi hennar hefur gefið eftir. Þarna kemur það í ljós sem kallað er sníkilsvandi í hagfræðinni eða free-rider problem. Grikkir nutu þessum stund að fá lán á hagstæðum vöxtum í skjóli Þýskalands og Frakklands og þeir gerðust helstil og djarfir með sinn ríkisbúskap. Meðal annars með því að fela raunverulega stöðu mála með tannanum. Það hefur komið í ljós núna, þeir voru nú ekki alveg heiðarlegir í þeim efnum og nú sípur stór hluti Evrulanda seiðir að því í þeirri óvissu sem nú ríkir framhald mál. Í aðdraganda evrunar var skortur á sameiginlegum ríkisfjármálum eitt af mörgum atriðum sem Bretar nefndu sem galla á hinu nýja myntsamstarfi. En það held ég að Bretarnir hafa ekkert verið allt og áfjáður í að fara undir einhvern sameiginleg ríkisfjármálahætti. Þeir nefndu þetta eftir sem áður. Þeir báru evrópska fyrirkomulagi saman við Bandaríkin þar sem 45% af sköttum alríkisins eða 19% af vergri landsframleiðslu var notað til að jafna hagsveiflur. Innheimtur skattur lagar sig jú að hagsveiflunni ef kerfið er þannig byggt upp. Þannig hafi innheimtar skattingjur alríkisins í ríkjunum verið mjög breytilegar eftir stöðu hagkerfisins í hagsveiflu eða ástandi í ríkjunum hverju sinni. Á sama tíma hafi sameiginlegu sjóður Evrópusambandsins aðeins verið ríflega prósent, 1,27 af landsframleiðslu svæðisins og engin leið að nota það takmarkaða fé til að jafna sveiflur í sambandi í heild eða milli svæða. Þvert á móti þá er mikil pólitísk fyrirstaða gegn slíkum aðgerðum og slíkt er í raun bannað samkvæmt samþykktum Evrópusambandsins samanber umræðan Grikkland núna og þetta var kom meðal annars fram í þættinum Speglunum í útvarpinu nú milli 6 og 7. Það sem fjallað var þessi málum meðal annars mögulegan Evrópugjaldeyrisjóð. Fram að þessu hafa Grikkir verið látnir bera sína byrðar sjálfur með því að hækka skatta, lækka laun, hækka lífeyrisaldur og þess háttar. Þrátt fyrir hótanir Grikkja að leita til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hefur viðmiðum Evrópusambandsins ekki verið breytt, en ef til vill dugðu þessar hótanir Grikkja til þess að þýskir stórbankar hafi keypt grísk skuldabréf í stórum stíl. En það er ákveðin spenna milli Evrópusambandsins og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, hún hefur komið fram víða, ekki bara hér á landi, heldur líka í Lettlandi og núna í Grikklandi. Það er alveg ljóst að þó að Grikkir fá ekki fjármagn frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum að þá fá þeir svokallaða tæknilega aðstoð væntanlega því að það hefur komið fram að sérfræðingar er að fara til Grikklands núna í hópum til að aðstoða þá út af þessari kreppu, sérfræðingar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Spurningin er sem sagt sú hvort samrunaferli myntsvæðisins verði nokkurn tíma lokið án sameiginlegra og opinberra fjármála í mun meiri mæli en nú er. Vandamálið gæti þó verið það að skattgreiðendur í einu Evrulandi væri ekkert sérlega hrifnir af því að sjá af skattgreiðslum sínum til þegna annars lands. Þjóðverjar kæri sig almennt ekkert að hjálpa Grikkjum nú, hvorki í formi styrkja né lán. Og í þessu sambandi má minna á að ríkisstjórnir, þjóðþing og almenningur í nágrannalöndum okkar hefur svo sem ekkert verið allt og áfjáður í að veita okkur Íslendingum lán gegn sanngjörnum vöxtum að undan töldum Færeyingum. Þeir eru einu sem hafa afhengt ykkur lán með glöðu geði og skilja það. Sem sagt, þarf Evrópusambandið að skrifa afdrifarík og stór skref til viðbótar svo að myntsamstarfið fái staðist og gera eins og George Soros lagði til í síðasta mánuði. Það evrusvæði setja á laggirnar miðstýrð skattaöful til að bregðast krísuástandi líkt og að búum við nú. En hann lagði reyndar aukast til að ríkin kæmu sér upp stofnun til að tryggja betur fjármálastöðugleika almennt. Og þetta er stór spurning hvort einhver skrifi þessa átt verði stigin og þá til dæmis hvort að svokallaður Evrópugjaldeyrisjóður líti dagsins ljós á næstu misserum. Það tekur nú allt saman tíma að
koma því í gegn. Sumir hafa talað að Grikkir færi út úr Evrópusamstarfinu, Evrósamstarfinu, alfarið eða tíma, en sem einn hagfræðingur helst lagt til að þeir fari út og koma aftur inn á 20–30% að læra gengi, það sem ekki líklegt að þessu stigi að svo verði. En ég hef áður sagt, reyndar við annað tækifæri, að undirbúningur umsóknar að Evrópusambandinu hér á landi hafa verið ónógur. Til dæmis hefur ekki farið fram svo greining og umræða svokölluð samningsmarkmið sem tiltekinn flokkur taldi forsendu umsóknar. Ísland hefur sendt inn umsókn að þessu sambandi í miklum ágreiningi hér innanlands. Annar stjórnarflokkana hefur nánast þvingað hinn til nauðungarsamþykktar. Raunverulegur vilji Alþingis liggur varla fyrir. Hvað þá að þjóðin sé undir þetta búin eða hún sé þessu fylgjandi. Þvert ofan í það sem ætla mætti þá er umsókn send til Brussel þegar við þurfum á því að halda næstu áratugina að hafa eigin mynd. Þegar umsókn er send liggur fyrir að við uppfinnum fjarrið í skilyrði að vera hagkvæmt myntsvæði með Evrólandunum. Umsóknin er send á tímum þegar hægt er á Evrópa leiti í sundur í stað þess að leita saman. Sundrist fremur en sameinist líkt og ítalski popparinn söng sönnilega árið 1990. Það er í spurning hvort einkennisöngur fyrir Evrópusambandið ætti ekki að vera aðalag sænsku rockhljómsveitarinnar eins og hollensku fræðimennirnir sem ég minntist á áðan. En þeir töluðu að einkennislag Evrópusambandsins ætti nú að vera þetta aðalag sænsku rockhljómsveitarinnar Europe, Final Countdown, eða niðurtalning evrunnar. Og ég læt að vera mín nóg á orð hér og nú.